lið sem fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember. Þar undir eru 3. og 4. liður, samþykkt fyrir öldungaráð og samþykkt fyrir fjölmenningarráð, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. nóvember, fundargerð menningar- og ferðamálaráðs frá 8. desember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. og 10. desember, fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 1. desember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. desember, fundargerð velferðarráðs frá 4. desember. Forseti vekur athygli á því að samþykkt fyrir öldungaráð sem send var út með gögnum, í henni að finna innsláttarvillu. Í 4. grein samþykktar öldungaráðs á það að vera þannig að samtök aldraðra tilnefna 1 fulltrúa og 1 til vara og félag eldri borgara tilnefnir 2 fulltrúa og 2 til vara. Þetta víxlaðist í útsendum gögnum, beðist velvirðingar á því, en forseti óskar eftir að samþykktin verði samþykkt svo breytt. En borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Háttvirtur forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að taka til máls undir fundargerð forsætisnefndar frá 12. desember. Það varðar mismunun í 6. grein í þessum tveimur samþykktum sem liggja hér fyrir. Þannig að í samþykkt fjölmenningarráðs að þá kveðið á opinn fund með borgarstjórn árlega, en í 6. grein varðandi öldungaráðið að þá bara kveðið á opinn fund með borgarstjórn, en það engin tímamörk, ekki hversu oft það eins og í hinu. Þannig að ég óska kannski eftir að það verði gerð tillaga breytingu á þessu. Þá ætla ég að, hvernig þetta? Fer ég út, það nokkur aðrir liðir? Klára, já, fyrir ekki. Næsta sem ég ætla að taka til máls undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. nóvember og þar undir 5. grein, 5. tölulið, þá langar mig sérstaklega að vekja athygli á tillögu sem fulltrúi Framsóknar og flugvallavinna lögðu fram varðandi kynningarátak hverfafélaga og styrkveitingu í því sambandi. Hvað varðar kynningarátak fyrir stúlkur á aldrinum 12, 13, 14 og 15 ára með það markmið að auka áhuga stúlkna á þessum aldri að stunda íþróttir. Það nefnilega þannig að samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum þá leggja alls 72% barna stunda íþróttir á aldrinum 69 ára. 75% barna í Reykjavík stunda íþróttir á aldrinum 10 til 12 ára, en svo fellur íþróttaiðkun barna niður í 56% á aldrinum 13 til 15 ára og það komið í 30% á aldrinum 16 til 18 ára. Og ef skoðað munu kynja að þá stunda 80% stráka íþróttir á aldrinum 10 til 12 ára en 67% stúlkna, og þá fellur íþróttaiðkun stráka niður í 61% þegar komið á aldrinum 13 til 15 ára og niður í 49% stúlkum. Þegar við erum síðan komin upp úr grunnskólaaldrinum og inn á framhaldsskólastig að þá það 57,3% drengja sem stunda ekki íþróttir en 67% stúlkna. Og áhugavert að skoða að á framhaldsskólastigi þá það 23,8% stráka sem telja sig verið í góðu líkamlegu formi en aðeins 11,9% stúlkna. Þannig að mér langar að vekja athygli borgarfulltrúa á þessari tillögu og mögulega veita henni brautgengi þegar að því kemur. Nú síðan það fundargerð stjórnkerfis- og lýðræðisráðs frá 1. desember. Stjórnkerfis- og lýðræðisráð, já. Það undir 7. tölulið þar. Þar kemur fram ágætis hugmynd sem ég langar líka að vekja athygli á að því við erum nú alltaf að setja fram starfshópa og koma fram með tillögur bættri og betri Reykjavík og bættri og betri þjónustu, að þá lagt til að bætt verði inn í verkefnið sem
úrvinnsla tillagna starfshóp umsjón með úrvinnslu upplýsinga, ábendinga og athugasemda úttektarnefndar borgarstjórnar stjórnkerfis og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, að bætt verði inn flokkur sem svona stop doing listi. Því það auðvitað fullt af hugmyndum sem fá ekki brautgengi eða ekki rétt að fara í ákveðnum tíma, að það sé svona stop doing listi með verkefni sem hægt bara að hætta með, sem sýnir sem ekki að borga sig. Af því í borgarkerfinu stöðugt verið að bæta við og byrja á nýjum verkefnum og því nauðsynlegt að vinna reglulega. Það þarf á verkefni að stoppa eða hætta með eldri verkefni eða verk eða vinnu sem ekki eru lengur eins mikilvæg. Og með því formi má nýta enn betur mannaforða og ná betur að sinna þeim nýju verkefni sem brenna á okkur. En þetta svo það sem ég ætla að tala hérna í dag. Takk. Borgarfulltrúinn Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúinn Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vildi bara bregðast við þessari ábendingu borgarfulltrúa Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur. Við fórum yfir þetta í forsætisnefnd á síðasta fundi forsætisnefndar þar sem borgarfulltrúinn komst ekki á og sendi varamann. Þar fórum við yfir þetta og þetta var ein af þeim breytingum sem var gerð. Það að bæta árlegs á undan opins fundar í samþykktinni fyrir fjölmenningarráð, en áttuðum okkur ekki á því að þetta þyrfti náttúrulega að gerast líka fyrir öldungaráðið. Þannig að ég óska nú eftir því að samþykktinni verði líka breytt hvað þetta varðar. Þannig að það í rauninni samþykktin fyrir öldungaráðið sem tekur þó tvennum breytingum. Annars vegar á það að vera samtök aldraðra sem tilnefna 1 og félag eldri borgara sem tilnefnir 2 og svo bætist í 6. grein árlegs við eins og segir í samþykktinni mannréttindaráð. Fjölmenningarráð. En fyrst að ég komin hérna upp, að þá langar mér nú til þess að fagna því að við séum hér að samþykkja þessar samþykktir. Fjölmenningarráð hefur verið starfrækt nokkurt skeið og hér verið í rauninni breyta samþykktum til samræmis við ábendingar sem hafa komið á þessum tíma sem liðinn Öldungaráðið verður hér samþykkt loksins og í samræmi við málefnasáttmála meirihluta Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Þar segir meira að segja loksins, enda hafa tillögur þess efnis verið fluttar hér í þessum sal ansi oft. Fyrst á kjörtímabilinu 2006 til 2010 þar sem einhver borgarfulltrúi Vinstri grænna talaði fyrir þessari tillögu. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur einu sinni ef ekki tvisvar sinnum talað fyrir því að hér verði stofnað öldungaráð. En hér erum við sem sé loksins komin með samþykkt fyrir þetta merka ráð og ég bind vonir við að það muni verða okkur til gagns og væntanlega gamans, borgarbúum öllum og ekki síst borgarstjórn. Þannig að þetta er sannarlega fagnaðarefni. Við munum svo ganga frá tilnefningu eða kosningu í þessi ráð á næsta fundi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstum til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, ef ég skil hann rétt. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil líka taka undir það sem kom hér fram að fagna því að samþykkt fyrir öldungaráð Reykjavíkurborgar liggur loksins fyrir. Mér málið svolítið skylt að því ég flutti tillögu þetta á síðasta kjörtímabili og hef svona reglulega rekið á eftir því. Ef man rétt, það var tillaga í þessa veru samþykkt árið 2012 og það var reyndar á því kjörtímabili stöðugt sagt við okkur að það væri verið að vinna að málinu en svo má skilja menn þannig að það hefur komist að skrið vegna þess að það fór inn í málefnasamþykktin í þessi meirihluta. En það er alveg rétt sem Sóley Tómasdóttir borgarfulltrúi kom hér inn á að það var ýmsir rætt nauðsyn þess og fluttir tillögur
og það er alveg rétt að það kom fram tillaga þetta á kjörtímabilinu 2006-2010 en það var ekki einhver borgarfulltrúi Vinstri grænna sem kom með þá tillögu, heldur Þorleifur Gunnlaugsson ef ég man rétt, og hann hafði að sjálfsögðu góðan sóma af því máli. Nú, ég sá fyrir mér þegar ég flutti tillöguna að þetta kannski eitthvað fjölmennara ráð. Ég hafði kannski svona ákveðnar fyrirmyndir frá Skandinavíu að leiðarljósi, þar sem ráðinu kannski aðeins fjölmennari og fleiri fulltrúar eldri borgara sem kannski gerir það að verkum að það er hægt að endurspegla í ráðinu fleiri sjónarmið úr fleiri hverfum borgarinnar. Það er ekki þau mál sem rekur á fjörur þessar ráða er ekki síst hverfisbundin mál sem varða þjónustu við eldri borgara. En ég get vel sagt mig við að þetta fari af stað með þessum hætti, það séu 5 skipar í það í byrjun. Og svo velti ég því fyrir mér bara, sem auðvitað hægt að bæta líka ef það reynist ekki vel, að ég sá líka fyrir mér að þetta ráð yrði vistað á velferðarsviði, það sem er svona kannski helsti snertiflutunum við þjónustu við eldri borgara á vegum Reykjavíkurborgar, þó að það komi auðvitað inn á fleiri svið. Og nefni sem dæmi að ungmennaráðin, það er nú hlutur sem hefur tekist mjög vel. Ungmennaráðin eru vistuð hjá æskulýðssviðinu eða á þeim hluta skóla- og frístundasvið sem sér æskulýðsmál. Þannig að ég sá fyrir mér að þetta er undir velferðarmálum en gott og vel. Það er sjálfsagt að reyna þetta fyrirkomulag og svo er bara hægt að beturumbæta það ef á þarf að halda. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá er umræðu lokið. Við þurfum að taka þessar 2 samþykktir til atkvæða, ganga til atkvæða þessar 2 samþykktir. Hér eru allir í salnum og við göngum til atkvæða 3. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 12. desember sem er samþykkt fyrir öldungaráð. Þessu samþykkja það gefurmerki sem á móti kunna vera samþykkt samhljóða. Þeir sem að samþykkja 4. lið sem er samþykkt fyrir fjölmenningarráð gefurmerki samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið þessum 10. dagskrárlið. Fleira liggur ekki fyrir annað en að ganga frá bókunum. Hafa allir, já, háttvirtur borgarstjóri mun gera grein fyrir bókun meirihlutans í 4. lið. Forseti, vandi tónlistarskólann í Reykjavík er alvarlegur. Sérfræðingar Reykjavíkurborgar og fulltrúar skólana hafi í sameiningu unnið greiningu á fjárhagsvanda þeirra. Niðurstaða hennar er skýr. Fjárhagsvandi tónlistarskólana er til kominn vegna fyrirkomulagsins á framlögum vegna kennslu á miðstigi í söng og á framhaldstigi í söng og hljóðfæraleik. Ástæður þess er einkum það að framlög ríkis innan sveiga jöfnunarsjóðs lokast sem að standa undir kennslu og stjórnunarkostnaði eru föst upphæð. Tilvitnun lýkur. Fjárframlag ríkisins hefur ekki tekið hækkunum þrátt fyrir nýja kjarasamninga og fjölgun nemenda. Þetta er rót vandans. Svo afstaða borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins að taka málstað ríkisins í málinu í stað þess að standa með tónlistarskólum í Reykjavík og hagsmunum borgarbúa er sorgleg. Hún færir engan nær lausn málsins. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ætla að gagn bóka. Þá eru fleiri sem ætla að gera grein fyrir bókunum. Borgarfulltrúar Framsóknarflokksins, það væri gott ef þær kæmu hér. Borgarfulltrúar Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir sem að gera grein fyrir bókunum Framsóknarflokksins. Það væri gott ef hún tækir fram undir hvaða liðum þær eru. Forseti, borgarfulltrúar liður 3. Húsnæðisstefna borgarinnar frá árinu 2011 sem nú á að fara að vinna í samræmi við. Ýmsar forsendur hafa breyst frá þeim tíma auk þess sem enn á eftir að útbúa ýmsar reglur til þess að koma í veg fyrir vandamál síðar meir. Þar á meðal að setja reglur úthlutanir lóða til þess að gæta jafnræðis. Meiri hluti sem ættir að hafa hreinskilni og heiðarleika að leiðarljósi þar sem allir eiga að sitja við sama borð hlýtur að fagna tillögu að gerðar séu reglur ívilnandi lóðaúthlutanir án greiðslna fyrir byggingarrétt þar sem óskýrleiki í þessum efnum er ætíð til þess fallin að ala tortryggni ráðstöfun verðmæta borgarinnar. Síðan að bókum við lið 5. Borgin á fáa lausa lóðir í vesturhluta borgarinnar. Tilstendur að þétta borgina töluvert án þess að hugað hafi verið að því hvað eigi að koma fyrir aðstöðu
vegna æskulífs, tómstunda og íþróttastarfs í póstnúmerum 101 og 107. Nauðsynlegt er að huga að aðstöðu til slíks til framtíðar áður en borgin ráðstafar lausum lóðum til þriðja aðila. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokksins og þá er Kjartan Magnússon Framsóknarflokksins, Framsóknar og flugvallarvinna. Þá er það Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sem ætlar að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins, gerir ég ráð fyrir. Jú, það er rétt, forseti, góður. Hér er bókun okkar sjálfstæðismanna vegna umræðum íþrótta- og æskulýðsstarfi í Vesturbænum. Hún hljóðar svo. Það svæði sem Knattspyrnufélag Reykjavíkur hefur til umráða dugar ekki til að sinna núverandi þörf fyrir íþróttastarf barna og unglinga í Vesturbænum, hvað þá þeirri fjölgun sem fyrirsjáanleg er í hverfinu vegna þéttingar byggðar á næstu árum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja þunga áherslu á að lóðin Keilugrandi 1, sífreytur innan svega, verði skilgreind sem íþrótta- og útivistarsvæði og að hún verði öll nýtt í þágu íþrótta- og æskulýðsstarfsemi í Vesturbænum í samvinnu við Knattspyrnufélag Reykjavíkur. Leið og minnt er á samþykkt íþrótta- og tómstundaráðs málið á fundi þess 12. desember síðastliðinn er óskað eftir samstarfi við alla flokka í borgarstjórnum að umræddri lóð verði allri ráðstafað til íþrótta- og æskulýðsstarfs. Jafnframt að viðræður hefjist sem fyrst samstarf KR og borgarinnar skipulag og betrumbætur á núverandi svæði félagsins í samræmi við erindi þess sem tekið var fyrir á fundi borgarráðs 13. nóvember síðastliðinn. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon virðist hafa lokið við að gera grein fyrir bókun vegna íþrótta- og æskulýðsstarfs í Vesturbæ. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókanir hér áður en við slítum fundi? Já, borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir ætlar að lesa upp eina. Forseti, borgarfulltrúar, hér er bókun okkar fulltrúar sjálfstæðismanna undir, hvaða liður var það? Sjötti? Já. Sjöundi, já. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins telja að flýta verði vinnu við að móta aðgerðir til að tryggja að íbúar sem eiga réttmæta kröfu að búa ekki við skert aðkoma bílastæði njóti þeirra réttinda. Við þéttingu byggðar og með þeirri stefnu að bílastæði þurfi ekki að fylgja hverri íbúð verða til ólíkir hópar íbúa. Annars vegar þeir sem búa í húsnæði sem greidd hafa verið gjöld vegna gatnagerðar þar á meðal bílastæða ættu að njóta þeirra réttinda fram yfir hinn hóp íbúa sem býr í húsnæði sem afsláttur hefur verið gefin á sömu gjöld. Nú þegar hafa verið kynntar fyrir íbúum ákveðnar svæða tillögur gjaldskyldu án þess að neitt bóli á hugmyndum og aðgerðum. Meira en ári síðan tillaga þessa efnis var lögð fram af fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn nánar tiltekið 27. nóvember 2013 og samþykkt samhljóða og því löngu tímabært að hugmyndir að aðgerðum fara að líta dagsins ljós. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun og mun senda hana á ritara fundarins. Þá hafa allir gert ráð fyrir bókunum nema borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er annað meta. Við bíðum örstutt eftir borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson er næstur á mælendaskrá. Gerir grein fyrir gagnkbókun vegna umræðu tónlistarskóla undir 4. lið. Forseti, hér kemur þá gagnkbókun borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við bókun meiri hluta flokkana, 4 flokksins í borgarstjórn og okkar bókun er svona. Það er lýsandi fyrir þann mikla vanda sem tónlistarskólarnir standa frammi fyrir að meirihluti borgarstjórnar neitar að horfa í eigin barm og sinn þátt í því að þessi alvarlega staði er komin upp. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka málstaskólana, tónlistarnema og tónlistarfólks. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun. Þá hefur hér verið gert grein fyrir öllum bókunum. Við höfum afgreitt alla liði á fundinum. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi.
Forseti vill óska borgarstjórn og borgarbúum öllum gleðilegra jóla, þakka fyrir gott samstarf á árinu sem nú að líða undir lok og hlakkar til góðs samstarfs á næsta ári. Fundi slitið að því sögðu klukkan 21:29.